Góða kvöldi og verið velkomin í annað vídeo. Ég sá svona vídeo á YouTube sem var að gera svona Naughty or Nice list hjá, þetta var svona Men I think should make it to the, eitthvað, Þannig að mér datt í huga að vera gaman að gera þetta við íslenska áhrifavalda, en sem þau hafa öll að einhver leyti áhrif á samfélagið og ég ætla að segja hvort að þau eigi skilið að fá kartöflu í skóinn eða ekki. Byrjum þetta á Lil Binna, viðburðaríkt ár fyrir þennan henda. Hann að sjálfsögðu á skilið kartöflu í skóinn, en ég veit ekki hvort það myndi hafa eitthvað áhrif á hann. Ætli það ekki. Næst er Aron Kristinn af því, hann hætti með Clubbed Up, en ég veit ekki hvað stend með hann. Svo gaf hann út Hver er maðurinn, það var eiginlega svona eina sem hann gerði þetta ár. Nema, eignaðist barn líka og eitthvað, en ég veit ekki, ég ætla ekki að gefa henni neitt í skóinn. Svo er það Maronbirnir, meðsegur á Hver er maðurinn. Mér finnst versið hans öskra, ég fæ bara kartöflur í skóinn og það hefur engin áhrif á mig. Það er ekki hugsun á baka þessi augu, hann fær kartöflu. Svo er það Bríett, Queen, ég meina, maður er ekkert að fara að gefa Bríetti kartöflu í skóinn. Svo er það Joey Christ. Þessi hérna á skilið kartöflu í skóinn. Aðalega bara fyrir stjörnustærana sem koma frá sem náunga. Ég held hann fái kartöflu senda í pósti frá hverjum einasta áhorfanda á grímuballinu. Það var nú alveg eitthvað. En kartöflustrákur, næsti. Þá er það Magga Stína. Það sjálfsög, hún á bara allt gott skilið. Hún fær bara það sem er á óskalistanum hennar og kannski eitthvað meira. En enga kartöflu. Svo er það Gummi Ben. Við getum gefið honum svona matreiðslu kartöflur og svona uppskriftabók eða eitthvað með því. Svo er það Ungfrú Ísland Teens skvísunar, þær sem voru að taka þátt fá ekkert endilega eitthvað kartöflu í skóinn, en skipuleggjendurnir, þeir fá svo sannlega kartöflu í skóinn fyrir þetta, bara fyrir þetta. Svo er það myndbandabúi. Málið er, þegar maður er með stæla, þá fær maður oft kartöflu í skóinn og það verður bara að vera þannig. Þannig er gangur leiksins. Þannig ekki láta ykkur bregða. Þið vitið bara því. Svo er það Ingi the 6ix9ine. Hann er bara flottur. Þetta er bara fyndið og skemmtilegt og hann er ungur og efnilegur, þannig bara hann fær ekkert kartöflu í skóinn. Svo er það reyndar sketsagerðin. Ekkert á móti stráknum, ég held að hann sé fluttur til New York í eitthvað leikarnám sem er flott hjá honum, en hann fær bara ekki neitt. Hann fær bara eitthvað frá bandaríska svenga. Svo er þessi Kjartan Logi. Hann er fyndinn, hann fær bara eitthvað svona. Gefum honum kartöflu í skóinn og sjá hvort hann gera eitthvað fyndið í vídeó úr því eitthvað. Svo er þessi gaur úr Kanari, en hann heldur að hann sé þessi hérna, en hann bara næri því ekki alveg. En bara flott hjá honum. Ég held að hann sé of gamall fyrir kartöflu í skóinn, Svo er það Ólafur Jóhann. Hann er eiginlega of mikil dúlla til að fá kartöflu í skóinn. Ég ætla ekkert að fara að gera honum það, Hann má bara halda fram að gera sitt. Hins vegar, Andri Björns. You know what you did. Þú fært kartöflur, ef ekki 2 í skóinn. Næsti, Guðjón Smári. Ég veit ekki, frekar nútrað á þessum, Þannig, nei, hann fær ekki kartöflu. Jóna Margrét. Hún fær heldur ekki kartöflu, það virðist þér ógeðslega næs. Svo er það F95 blöð. Það má náttúrulega ekki gleyma fermingunni sem átt sér stað og að sjálfsögðu fá þeir allir kartöflur í skóinn fyrir það. Það er ekki spurning. Ég held að þessi menn hafa fengið kartöflu í skóinn á hverju ári síðan þeir muni eftir sér, og ég held að það er það sem gerir þá að mönnum sem þeir eru í dag, saman hvort það sé gott eða slæmt. Svo er það Gunnar, kóngurinn, hann fær ekki kartöflu í skóinn. Talandi leikstjóra, svo er það Brynhildur sem er að leikstýra Moulin Rouge, og mjög flott hjá henni. Svo er það Kolfinna, hann leikstýra Hamlet. Ég segi kartöflu í skóinn, en það er ekkert endilega slæmt. Hún má fá kartöflu í skóinn, en ég er ekkert á móti henni.
Svo það Morfísli Quenno. Þau mega búast við kartöflu þegar ég vakna á morgun en sumir kannski eiga það skilið meira en aðrir en það ekki stress sko. Men stundum fær maður bara kartöflu og maður það bara að lifa með því skilur og það, þú veist, þið geti alveg komið tilbaka frá þessu. Þannig þetta alltaf lagi. Þið eru ung og efnileg. Svo það allir sem að fóru á vælið en ég held að verslingar eru of. En ég myndi ekki fatta ef þeir væri með kartöflu í skónum. Svo Latti, hann á bara allt sem hann vill skilið. Hann þarf ekkert að hafa ágjur af því að vera með rótagrammindi í skónum þegar hann vaknar. Jón Gnarr sem Felix í Felix og Klara. Hann, já, ég fíl ekki þetta gerfi sko. Þannig hann fær, þú veist, róðu í skóin. Svo það allir gestirnir á The Joey Show. Need I say more? Sko, sumt af þessu fólki bara fínt eitt og sér en saman þetta alveg rosaleg blanda af sko, fólki sem á skilis kartöfluskóin. Og til að klára vídeóið þá Alaska. Hún hefur gefið út bangers og hún hefur gefið út skrítin statement. Þannig kartöfluskóin og auka kartöfluskóin á Joey Christ fyrir að hafa bara 2 konur sem gesti á tónleikunum hans. Já, en það var allavega það eina sem var á listanum mínum í dag. Ef það voru einhver fleiri sem að ég gleymdi eða einhverjir fleiri sem að þið vilja bæta við, endilega kommentið eða bara hugsið það uppátt eða sendið mér talskilaboð eitthvað.